þurfti að bíða eins eftir fyrsta markinu en það kom svo og þá kom mætt í kjölfarið. Já, þetta var svolítið erfið fæðing hjá okkur allavega, sérstaklega í fyrri hálfleik fannst mér. Við vorum að spila ágætlega upp kantana og komast í fína möguleika en mér fannst aldrei koma svona alveg ultimate færi en í seinni hálfleik datt á loksins þetta fyrsta mark og þá fylgdi hann strax eftir. Og þeir náðu ekki að skapa sér allan að færi hann í seinni hálfleiknum? Nei, mér fannst þau vera hættulegir í fyrri hálfleik. Þetta var svona jafnræði með liðanum í fyrri hálfleik en síðan í seinni hálfleik fannst mér við miklu betri. 7. sigurleikurinn, þetta er að komast upp í hefð? Já, vonandi að það sé komið upp í hefð núna að vinna leiki en við erum alltaf að gera eitthvað rétt, það sérstaklega á spilamennskunni frá því fyrstu 2 leikjunum. Við erum að byggja alltaf ofan eitthvað vel sem við gerum í hverjum leik og við greinilega skiljum ágætum úrslitum í dag. Hvað hefur breyst hugarfarið eða? Já, ég meina við höfðum alltaf trú á þessu, við vorum alveg að gera flottan fótbolta þannig að spila flottan fótbolta segi ég í fyrstu 2 leikjunum en það vantaði kannski þessa græðgi og markaskorun en hún er að detta inn núna. Og þið ætlið bara að halda þessu áfram? Já, klálega, við erum ekki þættir núna, við erum rétt að byrja og mótið er ekkert einu svona hálfnað þannig, það er mikið eftir þessu og við ætlum að halda áfram á þessari braut. Getið þið barist titil? Já, ég hef fulla trú á því og ég held að allir strákarnir í liðinu hafa fulla trú á því að við getum það og við höfum sýnt ekki að undanfæri 2 ára, við erum alveg með toppbaráttu lið en það verður alltaf vanta kannski þetta ekstra síðustu 2 ára en kannski maður finnur svo núna að við erum að vinna leiki þóttu séum ekki að spila glæsifótbolta en já, mér finnst að við eigum alveg séns á að það vera í titilbaráttu.